Við höldum áfram í tónlistinni. Már Gunnarsson, Suðurnesjamaður ársins 2019, var hjá okkur í fyrsta þætti ársins og þar sagði hann okkur meðal annars frá stór tónleikum sem hann stendur fyrir í Stapa. Við spurðum hann út í tónleikana og líka æfingaferð hans til Búlgaríu. Komið með okkur heim til Stráksa. Við hittum þið þarna rétt fyrir áramót og þú varst aðalefni okkar fyrsta þáttar á nýja ári. Svo stakkstu bara af. Já, ég stökk til Búlgaríu, eða reyndar byrjaði í Luxemborg, fór þaðan til Búlgaríu og þaðan til Noregs að keppa. Þannig að þetta var mánuður bara af prógrami, mjög þéttu prógrami. Og hvað getur þú sagt okkur frá þessari ferð? Hvað varst að gera? Þetta voru æfingaferðir, sem æfingaferð til Luxemborgar þar sem ég bæði var að æfa og hitti gamla vini. Síðan fór ég til Búlgaríu að æfa með búlgarska landsliðinu, bara upp í fjöllum í 2200 metra hæð. Það sem svona aðeins öðruvísi umhverfi heldur en hér heima og svona náttúrulega kannski aðlagast nýjum hlutum, engin lúxus og tungumálakunnátta Búlgara almennt ekkert sérstaklega góð, þannig að maður þurfti að læra svona að vera í samskiptum við fólk með öðru sem hætti. Þetta voru einhver medaljóna sem þú varst að æfa með þetta? Nei, þetta voru alltaf einhverjir ólympíumeistarar eða heimsmeistarar eða tilvonandi ólympíu eða heimsmeistarar. En hvernig gerist þetta? Eru þið búin að kynnast þessum mönnum að þú ert að æfa þarna bæði undir handleiðslu snillinga og já, á sama stað og margir afreksmenn? Já, algjörlega. Við erum búin að fara þarna núna 3 svar, núna í 2 vikur í ár og síðan vorum við í 4 vikur í fyrra. Og þetta hefur bara reynst okkur mjög vel og það sem að einhvern veginn okkur finnst svo dýrmætt að það er engin lúxus þarna, engin peningur, ekki neitt, en það er bara rosalega góður andi og fólkið er ótrúlega næs og einhvern veginn bara stuðningurinn sem að þau sýna líka okkur er bara ótrúlegur með að leyfa okkur að vera þarna vegna þess að það er alls ekkert sjálfgefið. En nú er það músikinn, Már, og þú ert komin aðeins upp úr sundlauginni og stór tónleika framöndan. Heldur betur. Þetta eru tónleikar sem við erum búin að skipuleggja í þó nokkuð langan tíma sem að kallast Alive og er í rauninni framhald af útgáfutónleikunum sem ég var með fyrir ári í Stapa sem að heppnaðist alveg frábærlega, þvílíkt góð mæting og okkur langaði bara að gera þetta aftur. Ég er að flytja inn 9 manna stórhljómsveit frá Póllandi. Þetta eru þá einstaklingar sem spiluðu inn á plötuna mína og Ísvold-systeminu verður þarna auðvitað gestasönguna Sigríður Tólasís og ég bara get ekki beðið að fá liðið til landsins og halda gott partí. Hvaða lög eru það að fara að flytja hérna? Við tökum þarna flest lögin af plötuna minni, Söngur Fuglsins. Söngur Fuglsins, já. Já, eitthvað nýtt efni og síðan auðvitað með Siggu. Já. Það er bara klassík sem að má ekki sleppa. Þannig að þú ert bara spenntur og miðasalan gengur ágætlega og þetta er allt í full swing ef við segjum svo hvað maður segir svo. Já, alveg, minnst bara ótrúlegt hvað bærinn hefur tekið þessu vel og ég hef sagt áður að Reykjanesbær hefur stutt mig frábærlega og ég er afskaplega þakklátur fyrir það og vonandi sé ég bara sem flest að mæta á tónleikana. Þú ætlar að bjóða íbúum utan Suðurnesja, þú ætlar að hjálpa þeim að koma? Algjörlega, við erum með Bus for You býður öllum tónleikagestum sem óska ókeypis rútu frá Hamrahlíð 17 fram og tilbaka á tónleikana. Það þarf bara þeir sem eru með miða þurfa bara að skrá sig. Allar upplýsingar eru á tix.is eða... Vertu að selja miða á tix.is? Já. Svo að segja. Við hlakkum til. Bara ég líka. Gangi þér vel.